og snúum okkur í 5. lið, skýrsla bæjarstjóra. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Síðasti fundur bæjarstjórnar var 15. mars síðastliðinn og ég ætla nú bara að hlaupa á því helsta eins og venjulega því sem að við, eða ég og bæjarfulltrúar höfum verið að sýsla síðan þá. Við höfum aðeins verið að rýna í innkaupamál sveitarfélagsins, meðal annars hef ég verið í samskiptum við Ríkiskaup vegna þess að útboð Ríkiskaupa fer nú fram og þá erum við að skoða í rauninni hvar svona samlegð milli okkar og Ríkiskaupa í sameiginlegum útboðum, en við höfum líka verið að rýna í útboð sveitarfélagsins almennt og innkaupastefnu sveitarfélagsins og ég myndi rætta við bæjarfulltrúa hvort það sé ekki ástæða til þess að taka innkaupastefnuna upp og skoða hana og svona í framhaldi af svona þeim samtölum að þá höfum við líka rætta meðal starfsmanna að taka innkaupastefnuna upp og til þess að hún sé bara til þess að hún sé virt líka, eins og við þekkjum umræðuna varðandi Ríkiskaupa samningana, að það ekki forstöðumenn fara kannski ekki almennt eftir samningum alltaf, en það þá líka spurning hvernig við getum búið til einhvers konar aðgerðaplan varðandi innkaup sveitarfélagsins til þess að gera þau markvissari, til að gera þau skilvirkari. Nú síðan þetta hefðbundna sem við höfum verið að vinna síðustu vikur og mánuði, það er náttúrulega aðgerðarhópurinn hefur náttúrulega verið á fullir í vinnu og við svona endurvöktum líka stjórnsýslu hluta hópsins og höfum verið að fara yfir hann og fundum meðal hans í fyrramáli varðandi hugsanlega breytingar á stjórnsýslunni. Svo er þessi hefðbundu stjórnarfundi Þjóðskrár og stjórnarsambandsins sem ég hef setið. Nú, athyglisvert að segja hérna frá því að það var haldið hér mjög merkilegt málþing eða ráðstefna í Háskólanum á Akureyri 19. mars síðastliðinn. Þingið bar yfirskriftina Enginn er eyland og fráfarandi forsætisráðherra setti málþingið. Á þennan sama dag þá var setning á unglingameistaramóti Íslands á skíðum og unglingameistaramóti var haldið hér þá helgina. Síðan hafa komið hingað aðilar frá, að því hér var minnst á kirkjuna, að æskulýðssamtök kirkjunar hafa óskað eftir því að munum vera hér með risa eða mikið og stórt æskulýðsmót í haust sem að hefur óskað eftir að við styðjum eða styrkjum og það erindi er bara til afgreiðslu inn í nefnd. Og síðan voru náttúrulega bara páskarnir sem að við vonum nú all virk og tókum þátt í með mismunandi hætti sjálfsagt. Við höfum aðeins mátt fund með starfsfólki búsetudeildar vegna þess að framkvæmdastjóri búsetudeildar hefur sagt upp störfum og mun taka við fljótlega við nýju starfi í Reykjavík og starf hennar hefur ekki verið auglýst, en bara rétt þá að segja frá því hér að við áttum ágætis fund með starfsfólkinu þar sem við upplýstum að á meðan aðgerðarhópurinn er í gangi og stjórnsýsluhópurinn jafnframt hefur ekki lokið störfum, að þá er ástæða til þess að velta fyrir sig hvort að þar sem að starfið er núna laust, að hvort sé ástæða til að gera breytingar á því, en til þess að fyrirbyggja allan misskilning að þá auðvitað reiknum við með því að það verði einhver yfirmaður yfir þessum málaflokki, því að það er að sjálfsögðu ekki þannig að fráfarandi framkvæmdastjóri hafi svo sem ekki verið að gera neitt. Það er gríðarlega mikil vinna sem er unnin þarna og ekki síst frá hennar hendi. Þannig að sjálfsögðu verður auglýst einhvers konar starf, en það er það bara okkar að ákveða það í aðgerðarhópi eða stjórnsýsluhópnum hvers konar starf verður þá auglýst og hvaða breytingar, ef það verður að gera breytingar á því hvernig það verður þá gerðar. Bara til að koma því að hérna aðeins á þessum fundi, bæði til bæjarfulltrúa og eins líka þeir sem eru að fylgjast með umræðum. Nú, síðan er það bara aðeins að segja frá því að í síðustu viku var haldið málþing í Reykjavík jafnrétti í sveitarfélögum og ég flutti erindi þar sem ég fór yfir hvað við varum að gera í þessum málaflokki og hérna bara svona stuttumáli sagt að þá vil ég meina að við getum bara verið mjög stolt og ánægð hvað við höfum áorkað í þeim efnum og málþingið var mjög vel sótt, góðar umræður og mikla fyrirspurnir og ég man ekki eftir, ég hef setið þó nokkra svona fundi jafnréttismál, ég man bara ekki eftir svona góðu málþingi eins og þarna í síðustu viku
vona að bæjarfulltrúar sem hér inni sem sátu það þing líka séu mér sammála. Aðalfundur Norðurorku var haldinn síðastliðinn föstudag og ég satt hann að sjálfsögðu fyrir okkar hönd. Í gær þá áttum við fund með fulltrúum eða sem sagt formanni Alþýðusambands Íslands vegna hugmynda íbúðafélög og almenn umræða húsnæðismál. Og á fundinum sátu líka fulltrúar frá stéttarfélögum og starfsmannafélögum hér á svæðinu. Þær umræður eru bara á algjöru byrjunarstigi og mjög mikilvægt að eiga þetta samtal við verkalýðshreyfinguna þær hugmyndir sem þau hafa uppbyggingu íbúðafélaga og til þess að efla húsnæðismál á öllu landinu, en það kom mjög skýrt fram í samtölum við þau að það ekki bara að vera að horfa til höfuðborgarsvæðisins þó að það sé í rauninni verkefni þó að byrja á því svæði. Við fundum einnig í gær með fulltrúum frá, ég held að sé kalla Íslandsdeild Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þau komu hingað og voru bara, ég og formaður bæjarráðs sátum þann fund ásamt atvinnufulltrúa og þau voru bara að gera svona loka úttekt eða loka skýrslu stöðun á þeim, á þeirra vinnu hér á Íslandi og voru bara að spyrja okkur út í rauninni stöðuna hér á Akureyri og við vorum að upplýsa það bara hvernig bæði samskipti okkar við stjórnvöld hefðu verið og væru og hvernig staða sveitarfélagsins væri svona almennt séð. Sem morgun þá sátum við, ég og formaður bæjarráðs með endurskoðendur sveitarfélagsins því að ársreikningur fer nú að birtast og við förum að fara að kynna hann fljótlega í bæjarráð og bæjarstjórn. Og við vorum að ræða einn í dag samskipti við verktaka því að það verkefni sem þarf endalaust að vera í skoðun og við vorum að fara yfir það hvernig við getum í rauninni skert á samskiptum og elt samskiptin við verktaka almennt í sveitarfélaginu því að þar getum við svo sannarlega bætt okkur en ekki síður að fyrirbyggja líka misskilning sem stundum vill vera á milli okkar og þeirra og síðan komum hér fulltrúar frá tónræktinni einnig í dag og síðan bara að lokum minna bæjarfulltrúa það sem það eiga sæti að 30. landsþing sambandsins verði haldið næstkomandi föstudag og ég reikna með okkur að við erum dugleg og mætum þar. Annað var ekki frá mér. Takk fyrir í dag. Björn Björgvinsson bæjarstjóri yfirlöki málsinu. Í lokin vil ég vekja athygli á eftirtöldum fundargerðum. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 3., 10., 17., 23. og 31. mars. Atvinnumálanefnd 16. mars. Bæjarráð 17., 23. og 31. mars. Framkvæmdaráð 18. mars. Íþróttaráð 17. mars. Samfélags- og mannréttindaráð 10. og 31. mars. Samfélagsnefnd ferlimál fatlaðra 7. mars. Skipulagsnefnd 23. mars. Skólanefnd 21. mars. Stjórn Akureyrarstofu 10. og 16. mars. Stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 18. mars. Umhverfisnefnd 22. mars og velferðarráð 16. mars. Þetta er að nálgast fundargerðar á heimasíðu bæjarins og þá segjum við þessum fundi slitið klukkan 18:28.